Góðan daginn, kæru vinir og velkomin. Við erum að fara af stað með eitthvað sem að Drottinn veit hvað er og við erum hvergi bangin með það. Við ætlum aðeins að rétta myndavélina til þess að þetta sé nú allt rétt. Og það er ekki nóg að myndavélin sé rétt ef allt annað er ekki rétt. Ég veit ekki hvaða skoðun þú hefur á því. En ég ætla nú bara að halda mig við þann stæði sem ég veit að er réttur og ég veit að ég tilheyri. Ég veit að ég tilheyri lifandi Guði og ég bið það þín vegna fyrir þína hönd að svo eins skildi með þig. Þannig að við höldum bara áfram settu verki og trúum því að Drottinn sé með og ætla að vera með. Af því hann bæði mér og þér og hann vill að við fáum rétta kennslu til okkar og segir við mig og þig að sumt í kirkjusögunni sé liðið. Já, það er bundið að menn séu bundnir og svona hlekkjaðir við sinn söfnuð. Það held ég sé alveg liðin tíð en var tíma allt og mikið af. Akkur er það? Það veit ég ekkert. Ekki spyrja mig svona því að ég skil ekki allt sem er í gangi. En ég skil það að Biblían talar sínu máli og ég skil það að þú ferð eftir því sem Biblían segir þá ert þú að gera rétt. Það er það sem ég veit. Þess vegna segi ég og margir aðrir berðu og berum ábyrgð sjálf á okkar trúargöngu af því að við getum það. Af því að heilagur andi í mér er jafn máttugur og í öllum öðrum. Það er engin munur á. Og ef ég á þennan máttuga heilaga anda í mér segir sér sjálft að mér er hægur vandi að leyfa og láta orðið opinbera mér vilja Guðs. Ég er manneskja með heilagan andi í mér og heilagur andi starfar í mér ekkert síður en í þér og ekkert minna í þér en mér. Þannig er það nú. Þannig að við bendum ekki framar á þennan svakalega flotta Guðsmann og hinn svakalega flotta Guðsmann eða þennan sem alveg null og nix. Við tökum þessu bara eins og orðið segir. Við erum í raun og veru ekki að fara á stund til að heyra þennan mann og þessa konu tala til okkar. Við erum að fara á stund til þess að lyfta höndum okkar upp til Guðs og fá frá honum það sem hann vill gefa okkur á þessari stund. Trúðu mér, sama hver er í salnum, hvort sem hann er feitur eða mjór eða hvernig sem það er, hefur sömu þörf fyrir handleiðslu Drottinn og hver annar sem er í salnum. Jú, það er rétt, einn stendur í púlti. Og hann er smurður af Guði til að tala Guðs orð. En ég lofa þér því að hver sem þar er þarf að hlusta líka á Drottinn sinn, tala til sín, hann þarf jafn mikið á samfélaginu að halda og ég. Af hverju? Af því að hann er manneskja og maður þarf á Guði að halda. Köllun mannsins er þessi, köllun mannsins er hinn. Og það þess vegna getur gert menn í augum okkar kannski merkilegri fyrir vikið. Auðvitað eru þeir merkilegir. Það eru allir menn merkilegir. En þeir, hver sem er, eins og við vorum að tala koma á samkomu til að byggja sjálfan sig upp. Spurðu þessa menn og vittu hvort þeir segi ekki þetta svar. Því þetta er sannleikur málsins. Enginn er þannig séð það vel settur. Hann þurfi ekki meira að heyra í Guði. Hann sé með þetta alveg á hreinu, jú, hann kemur svona til málamynda. En ef að maður hefur þó hugsun að maður þurfi ekki lengur á þess að halda,
þá er maður bara í myrkrinu. Maður er að gera lítið úr Guði. Maður er að gera lítið úr krossverki lifandi Jesú Krist sem dó. Og það er nú hingað til verið litið alvarlegum augum á þá sem eru dánir. Og hver veit ekki að dáin manneskja mun aldrei koma hingað aftur. En Kristur gerði þetta öðruvísi. Hann dó jú, fór sömu leið og aðri menn, hann fór í gröfina og allt það. En svo kom Guð með kraft sinn inn í gröfina og þessi maður stíð út, alveg svo Lazarus sem Drottinn kallaði fram. Lazarus kom út og hann kom út vafinn líkblæði honum. Sama gerðist með Krist. Við sjáum að líkklæðin sem hann var vafinn í, þannig hann var bara dáinn maður, var að athuga það. Þau lágu saman brotin við hlið, já, þar sem hann hafði legið með höfuðið. Það ekki, rétt hjá mér. Hver vafði þau utan á honum? Ég veit það ekki, kannski ekki englar. En þau allavega voru vafin utan á honum og hann braut þau saman, líklega sjálfur, og lagði þau við höfuðgaflinn. Þannig hann bara, þetta gerðist þannig hann er greinilega að gefa sér tíma til að ganga frá eftir sjálfan sig. Kannski er það mynd til okkar að ganga frá öllu sem við erum að gera. Til að það lendir ekki á öðrum að ganga frá eftir okkur, en þannig er það nú ofta að það lendir á hinum og þessum að ganga frá eftir mér, eftir mig, sem væri hægur vandi fyrir mig að ganga frá. Og þetta er eitt af því sem að held ég að Kristur er umhugað að við séum í lagi. Þetta er svona lítil atriði sem svo margir eru kærulausi fyrir. Þeir fá sér kaffi eða vatni og allt í lagi með það og svo bara leggja hann einhvers staðar frá sér auðvitað, svo bara standa þeir upp og fara. Þeir hafa enga hugsun á því að ganga frá eftir sig. En Kristur, þegar hann reisur frá dauðum, þá gekk hann frá. Hann braut saman líkklæðin sín. Hann hefur þetta að gefa sér tíma í það. Eins er með okkur. Við þurfum að gefa okkur tíma til að ganga frá eftir okkur. Hér er kanna sem ég drekk úr og ætla að drekka úr núna. Og hérna, það þrífur þessa könnu enginn nema ég. Fyrst og fremst er nú enginn annar til þess. Og ég myndi ekki bara ljá máls á því að neitt annar væri að gera það. Ég reyndar nú kannski ekki duglegastur allar að ganga frá, ef maður svo sem nota svo lítið þarna í kirkjunni, en ég geng oft frá mig eftir mig þar, kannski ekki í bollum því að það er annar til að vaska þó upp. Þannig að það er bara embætti hans. Þannig að maður bara fær sér kaffi og svo leggur maður það frá sér og svo kemur annar og þrífur upp eftir mig. Kannski ætti ég að gera það sjálfur. En það er kannski ekki alltaf viðeigandi að gera það, því að við höfum bara að leyfa fólki að þjóna sem vill þjóna og á að þjóna. Já, þjóna, hvað er að þjóna? Það getur verið að taka upp eftir mig bollan. En það er ekki þannig sagt að ég bara skilja hann eftir hvar sem er og svo kemur einhver með hann til mín. Ef ég er með hann á einhvern stað þar sem ekki er ætlast til þess að maður sé mig svona, þá sjálfsögðu, ef maður gerir það, að þá að sjálfsögðu tekur hann með sér þangað sem hann á að vera og leggur hann þá frá sér þar. Þetta eru svona litlir punktar sem eru samt rosalega mikilvægir. Við sjáum kannski ekki að þetta er nú ekki Konráð minn mjög mikilvægt mál. Kannski ekki mikilvægt mál, en samt einhvað sem þarf að vera í lagi. Við þurfum að loka öllum hringnum, allstaðar. Og hver gerir það? Ef ég er maðurinn sem það sér þetta enginn, það hlýtur ykkur að gera þetta og fer frá því ógerðu. Og hvað hefði gert? Hefði konurnar að þessi fyrstir komi í gröfina séð líkklæðin bara út allt þarna á gólfinu. Allir hefðu nú ekki reynt að brjóta hann eitthvað saman eða gera eitthvað með það, en það þurfti ekki þarna því að Kristur var sjálfur búinn að þessu. Hann var fyrirmynd að öllu leyti.
Hann leiði ekki kærleysi að ná þessu tökum í eitt einasta skipti. En það gerum við mjög oft, líka sem kristið fólk. Eins og vorum að tala við erum ekki einu sinni að taka upp eftir okkur þar sem við grítum frá okkur óvart, þetta getum við gleymt að taka til svona eitthvað smottir í, en ef að þetta er reglan, að þá er það vegna þess að manneskja er bara hugsunarlaus með þetta og alveg skýr bending til viðkomandi að laga þetta. Já, við þurfum að stundum að fá ábendingar um svona litla hluti sem að viðkomandi hugsa sem svo, ja, þetta er nú ekki merkilegt mál. En á móti má spyrja, af hverju viltu einhver annar sé að gera eitthvað sem þú getur svo vel gert? Af hverju viltu það? Ætli það sé ekki bara vana? Með öðrum orðum, ætli það sé ekki að beinum óvana? Þegar sumt sem við gerum er bara óvani, sem með litlum verkum má lagfæra og afnema og breyta. En þarna líka þarf hugurinn að breytast, þarf að verða hugarfarsbreyting. Alveg sama hvað maður talar til breytinga, eða verður ekki hugarfarsbreyting, þótt að sé bara pínu lítill hlutur, þá gerist það ekki. Því hugarfarsbreytingin kemur, hugarfarsbreytingin kemur í einhvern óvana sem verður þá minn vani og minn siður og minn stíll til þess að hann hverfi. Þarf að koma inn annars konar hugur sem segir þetta hérna, heyrðu, já, ég þarf að ganga frá þessu. Já, kannski lítið mál, en samt í lagi að vera með í öðrum farvegi. Því að maður á að eiga þá hugsun til í sínu hugskoti, það á enginn að þurfa að taka til eftir mig. Enginn, aldrei. En þetta erum við að sjá út allt. Maður sér þetta í kirkjunni, ekki mikið reyndar, en maður sér þetta í kirkjunni, maður sér, no. Maður veit orðið hver gerir þetta. Það voru Drottinn að tala þetta, að því hann vill að hlutir séu í lagi. Hann vill að ég og þú séum í lagi með sjálf okkur. Svona litli hlutir segir við mig, Eyvinur, þú ert bara ekkert í lagi maður, þú voru að laga þetta. Ég kem hérna inn maður og þá er alltaf einhver bolli og hann segir, nú kann ég vera á verðinni. Og ég tek bollan og ég þríf hann upp, blessa, gerði þetta bara sjálfur. Já, hann var að taka mig taki, segi ég þá. En náttúrulega bara orð sem ég segi munn, svo er ekkert meira á baku þau, það vantar alla ákvörðun. Það vantar alla hugarfarsbreytingu. En það er ekki svo að skilja að maður get ekki vel viðurkennt að þetta ætti ekki að vera svona. En hvað ætla ég að gera í því? Ætla ég að breyta þessu? Er þetta of lítið hlutur til að taka inn eitt að vera að breyta því fyrir mig, gamla manninn? Það er alltaf tími til að breyta til betri vegar. Það er nú bara þannig. Þannig að þú hættir aldrei í raun og veru að ala sjálfan þig upp til góðra hluta. Nú veistu það, sjálfur þinn vegna og líka fyrir alla í kring. Nú skaltu temjast við það að ganga frá eftir þig. Það er ekkert svo lítið að þú getur bara skilið það eftir því þú hefur alltaf gert það. Svo veistu aldrei og líklega hryggir þetta einhvern, truflar þetta einhvern. Og það er ekki vilji hvorki minni að þinn að vera að trufla neitt með svona smotterí. Já, líklega geti þetta truflað einhvern. Það sér þetta, eða hún hryggist yfir því. Sumir kannski hryggjast ekkert yfir því. Það er líka sumir sem hryggjast yfir einhverju öðru þá. Ég kannski hryggist yfir þessu,
en ég hryggist ekkert yfir öllu sem ég sé. Allt samt verk sem hægt var að fara í af viðkomandi einstaklingi. Það er mjög góð hugsun og göfug hugsun að vera með líf sitt þannig að sem minnst byrði sé fyrir aðra. Páll segir þá á einu stað að ef ykkur hafi fyrir ekki að sjá, þá sjáu viðkomandi ekkjuna til að söfnurinn hafi ekki byrði af. Ef þú tekur að þér manneskju, þá tekur hann að þér að öllu leyti. Þú þarft ekki að kalla í einhvern annan að því að þú eiginlega hefur ekki tíma til þess núna. Tekur að þér manneskju eða þú tekur ekki að þér manneskju. Þú tókst hann að þér af því að þú treystið til þess að taka hann að þér en þá varstu kannski alveg í banastöði. Svo 3 árum seinna þú varst ekki lengur í þessu banastöði og þú sér þetta öllu saman. Þú ætlar að gera hendin út. Því það er orðið eitthvað breytt hjá þér. Kannski, en það var ekki rétt breytni. Kannski var þetta munaðarlaus manneskja sem á ekki neitt. Og þú tókst hann að þér til þess að gefa henni það sem hún þarf. Í svoleiðis banastöðu þú tókst þess ákvörðun trúin alveg bara upp í hástert. En svo byrjar lífið líka á þessari göngu og það fyrir ýmislegt að gerast. Og þú ferð að líta jafnvel á þessa yndislegu manneskju sem fyrir þér. En Drottinn segir það, Páll segir það, að sá sem hafi fyrir ekki að sjá, hann sjái fyrir henni, svo söfnuðurinn hafi ekki þyngsli af. Þú gætir alveg farið að herða þessi einstaklingur, hann er svolítið þungur í taumi, get ekki hjálpað mér aðeins. Og kannski reiðir söfnuðurinn ykkur auðra fram. En það má alveg minna viðkomandi á að hann sagðist ætla að gera þetta verk. Hann sagðist taka þessa manneskju að sér. Og Páll kemur inn í þá og segir, söfnuðurinn hafi þó ekki þyngsli af. Bara litla kannan mín, sæta. Í hver skipti sem ég er búinn að ganga í kirkjunni, þá er þessi kanna einhverstað skítug. Nú þá þarf það ykkur annar að taka hann og þrífa hana. Finnst okkur þetta ætti að vera svona? Það er enginn sem tekur undir það. Það er allir sem segja, það væri betra að þú væni minn gerir þetta bara sjálfur. Af hverju? Eins og við vorum að tala þá á ekki annar að hafa neina byrði af mér í söfnuðinum. Segjum það. Alveg eins og ekkjan sem að þessi tók að sér og Páll segir skýrt og skornort að söfnuðurinn hafi ekki byrðan af, en hann gæti það. Þetta á við allt inn í söfnuðinum. Við eigum ekki að þurfa að hafa byrðar hvoru af öðru. Að hafa byrðar hvoru af öðru er eitthvað sem er ekki létt kannski að eiga. Eitthvað sem að jafnir hryggir okkur þegar við sjáum að það er ekki í lagi. Þess vegna geti kannan mín, fallega, hrykti í hver skipti nú sér hana og viðangi, hver sem er bara. Hann hefur verið þarna kallinn núna, já, hann lagt hana frá sig þarna núna. Og þú tekur hana því þú er samviskusamur kristinn maður og þrífur hana og svo kem ég og sé bara mína könnu hreina og flotta upp í hérna það sem hún vanlega er og fæ mig kaffi og fer svo að rölt húsið og svo, já, einhver stað og legg ég hana frá mér og svo held ég að klára það sem ég geri og svo er ég farinn. Kannan á sínu stað, svörta kaffi, byrði fyrir aðra. Þetta eru svona hlutirnir litlu sem við þurfum líka að hafa í huga. Já, við höfum myndina af þessu. Líklaði Krists.
saman brotin við höfuðgaflinu, það ekki? Jú. Þetta mjög mögnuð hugsun, fyrirmynd. Og við vitum og trúum að Kristur var fyrirmynd líka í hinu smáa. Hann hugsaði ekki að ég hef svo mikið að gera maður að fara að bjarga heiminum og þeir strákarnir taka þetta bara saman fyrir mig þegar ég sjá hérna gröfuna tóm og allt það. Nei. Hann gaf sér tíma í þetta. Við þurfum að gefa okkur tíma í verkin. Alveg svo ekkjarnir sem að tók að sér, ég man ekki hvernig þetta var það ekki ekkja? Það var ekkja sem var tekin, það skiptir ekki máli, en það var sagt að hann sjáði þá fyrir viðkomandi, sá sem tók hann að sér. Og hann segi, til að söfnuðurinn hafi ekki byrða af. Þetta eru mjög merkileg ummæli. Og ef við erum með þessi hluti í lagi, þetta er svona smáatriði, engin heimsendir. En ef við erum með þetta allt eins og þetta á að vera, hvað gerist þá? Jú, við komum með öllu kvittu og hreinu. Allt uppvaskað, allt frágengið, snirtilegt gólf þegin og borð eins og þau eiga að vera. Af því allir gera það sem ætlast til af þeim. En við sjáum að það er rosalegur hörgull á þessu. Af því að við erum svo sjálfselsk, við hugsum ekkert alltaf allt til enda. Af því við erum svo vön þessu. Við erum kannski uppalin við þetta. Á sinn hátt. Mamma gamla bara gerði þetta. Og við bara gerðum þetta líka, þannig séð, við fengum okkur allt sem við vildum og allt til lagi með það. Svo skildum við allt eftir bara það sem við vorum. Þegar mamma gamla tók þetta hvort þið er. Svo bara heldur þetta áfram. Og ef við bendum á þetta, það er stór hættulegt. Að viðkomandi geti bara komið að þér bara þú að skipta þér að mér. Þetta eru nú öll viðbröðin. Og manneskja sem að tekur svona á hlutum, hún á aldrei eftir að breytast neitt. Því að hún með sínu viðbröð sýnir bara það að hún sér þetta ekki sjálf. Er ég þessi maður? Ég þakka Guði fyrir það, svo er ekki. Þetta er ekki minn vandi. Því að ég hef alltaf þrifið eftir mig sjálfur, nema að ég var heima og mamma gerði þetta allt. Mamma meira þess að bjóða rúmi fyrir mann, mamma bjóða heima. Held ég allan tíma sem ég var heima. En svo fór hún nú gamlega heimann og þá fór hann að gera þetta allt sjálfur og hefur haldist bara þar. Fyrirmynd. Mamma þurfti ekki að koma eftir ég fór að heima til þess að þrífa fyrir gæjan. Hún gerði það aldrei. Má vera að hún hefði gert það hefði ég beðið hann en það þurfti það bara ekki vegna þess að ég gerði þetta bara sjálfur. Við höfum ekki að vera byrði hvort fyrir annað. Við erum að tala hérna smá hlut. Könnu, skítuga. Já, skítuga. Kanna á að vera á sínum stað, ákveðnum stað og við viljum að hún sé þar. Kanna á að vera hrein þar á sínum stað og við viljum að svo sé. Óhrein kanna út allt eða könnur og allar skítugar segir hei, það þarf eitthvað að þvo þetta upp. Eftir hvernig þetta? Allir bara, enginn segir neitt. Og svo farið ég að þrífa þetta og það fer tími í að þrífa. Tími sem við komum ekki til að sinna og vinna en byrjuðum á að gera. Að við vildum ekki hafa þetta svona, við vildum að þetta væri í lagi og gengum bara í verkið. En þetta er samt óþarfi. Ef við bara sé.
Sjáu ekki hvernig Kristur að takast á með okkur og í okkur við alls konar. Já, hann gaf fyrirmynd. Líkklæði voru samanbrotin, frá gengin. Hver gerði þetta? Ég segi bara að Drottinn hefur gert þetta sjálfur. Hver vafði utan af honum, það veit ég ekki. Kannski englar. Því að englarnir voru þarna í nálægð því að þeir birtast þegar að þær komu þarna tvær konurnar og hann talar við konurnar og segir verið óhrættar. Því sjá, hann risinn upp. Óhrættar. Við horfum á verðina. Hjartað í þeim var að stöðvast úr hræðslu við það sem þeir sáu. Þessum talar hann við konurnar. Af hverju? Af því þessar konur voru menn eða konur Jesú Krist og hann vissi það engillinn. Hann vissi hina þeir voru það ekki. Hann talaði ekkert til þeirra en talar við konurnar. Þeir urðu sem örendir, var það ekki, segir það ekki. Þannig að sjáum við líka myndina sem að dregur upp af sínu fólki gagnvart sér. Verið óhrædd. Verið óhrædd. Já, þeir tveir voru að deyja úr hræðslu í orðanna fyllstu merkingum. En hann segir ekkert við þá. Hann segir þessi orð ekki við þá. Hann að tala við konuna. Sjálfsagt hafa það heyrt orðin, en þeir vissu að hann var ekki að tala við þá. Þú beinir orðum þínum að viðkomandi einstaklingi og ert þá að tala við hann, aðrir heyra þetta, en þú ert að tala við þennan einstakling. Það skilur á milli. Talar þú við Krist? Reikna með því, já. En hefurðu heyrt hann tala? Ég hef heyrt hann tala. En ég hef aldrei séð hann. Ég hef heyrt hann tala og hann sagði, talar ekki oft við mig, en hann sagði í þetta skiptið, gerði svona, Konráð, þú þarft ekki að fara í neina aðra kirkju til að leita mér, því að ég líka í þessari kirkju. Og þetta var þjóðkirkja austur í Neskaupstað sem ég bjó þar. Þar kom hann fram og talaði þessi orð en ég get ekki lýst honum. Og það heyrði enginn þessa rödd, ég heyrði hana innra með mér. Mjög merkilegt, en samt, ég vissi hann talaði, en ég vissi ekki hvað hann sagði, það hins vegar opinberaðist mér eitthvað 3-4 dögum síðar. Ég man eftir því. Ég var þá að fara í vinnuna, ég vann hjá Sún á þessum tíma, á Neskaupstað í fiskinu þar. Og ég var að fara í vinnuna, eða var að koma mat, ég held ég að vera að koma mat, við vorum keyrðir í mat í rútunni, Sún-rútunni. Og já, við vorum að koma mat og maður tók rútuna og sett ákveðnum stað, klukkan ákveðið og ég sest upp í hana og þá útskýrist þetta fyrir mér hvað hann sagði, bara í rútunni. Og útskýringin var mín fyrir mig og það vissi enginn þessa útskýringu. Því nema þú núna, því ég hef svo sem oft sagt frá þessu. En þegar hún átti sér stað, þá var fullt af fólki í rútunni, vantaði ekki. Það gat enginn vita neitt þetta. Hann var að tala við mig. Alveg eins og engillinn sagði við konurnar, verið óhræddar. En hinir sennilega heyrðu það. Og eins og vorum að tala og þú getur lesið þá voru þeir að deyja úr hræðslu. Hjartað var að stoppa í þeim af hræðslu. Við þessa ógurlegu atburði. Engillinn fyrir þeim var ógurlegur. En ekki fyrir konunum. Allavega ekki þegar hann var búinn að tala við þessi orð
og þær búin að átta að sjá að þetta væri eitthvað sem Drottinn væri að senda. Þá ekki að hræðsla öll hafi farið og lotning komið í staðinn. Þetta er nú munurinn. Þetta er það sem að Kristur er að boða. Og þetta er það sem við erum að boða. Og þetta er það sem við erum að kenna og viljum hafa í heiðri. Og þá erum við með alla hluti í fínu lagi. Og þá leyfum við okkur ekki að skilja þetta bara eftir hvar sem er fyrir aðra að ganga frá. Að þegar við erum svo vön að gera þetta svona. En ég segi, þú tekur undir það með mér, þetta er samt ósiður sem ekki þarf að vera í þessum farvegi. Akkur þurfum við að vera impra á svona löguðu. Réttar sagt, akkur þarf Drottinn að vera impra á svona löguðu. Því þetta er út allt. Og hann segir, ég tek undir það, af hreinu kæruleysi. Af hreinu hugsunarleysi. Þetta er ekki einu sinni leti. Getur verið það þetta. En þetta er líklega ekki leti, þetta er að hreinu og tæru hugsunarleysi. Þú leiðir ekki hugan að þessu. Þér finnst þetta ekkert vera neitt mál að þrífa þetta. Það er ekkert mál. En að það væri 20 svona gaurar eins og ég, sem skilja þetta eftir. Þá er þetta 20 könnum í kæri vinur. Það er heldur ekkert mál að þrífa þetta. En þú ert lengur að þrífa 20 könnur heldur en eina. Þú ert með eina könnu. Og þú tekur til eftir sjálfan þig. Þetta er svona lítil atriði sem skipta svo miklu máli fyrir okkur prívat og persónulega. Þeir sem hafa glímt við alkóhól og farið meðferð, góðar meðferðir í gangi, þá eru þeim kenndir svona ákveðnar siðareglur og þeim er uppálagt að fara eftir þessum siðareglum. Hvaða siðareglur eru það? Til dæmis það sem við erum að tala um hér. Og að búa rúmið sitt. Það er nefnilega mikilvægt að búa rúmið sitt. Ef þú býrð ekki rúmið þitt, þá er eins og allt sé í drasli hjá þér. Og líklega ef þú gerir það ekki, er allt í drasli hjá þér. Ef þú sinnir ekki þessu, þá er líklega að þú sett kærulaus með margt annað. Þetta er eitt af því sem að maður í áfengismeðferð lærir. Ég tek undir þetta. Ekki svo að skilja þetta að vera vandi fyrir mig. Ég hef alltaf gert þetta, alveg sem ég man eftir, nema að mamma pressunin var yfirvaldið mitt. Nei, hún var nú reyndar aldrei neitt yfirvaldið mitt. En hún gerði þetta alltaf. Maður bara fór á fætur og svo var farin út. Svo kom maður öllu reyna á fínu. Þá hefði mamma mín pressunin séð verkið. Hún baði aldrei neina breytingar á þessu. Hún sagði aldrei, jæja, kona mér, þú hefur nú getað búið rúmið þitt í dag. Ég man aldrei eftir því. Og ég hugsaði ekkert það. Alveg eins og sú og hann sem skilur alltaf eftir könnuna sína bara það sem viðkomandi er. Og maður fann að hugsa, já, þessi bara var hér. Kannan og viðhangi skítug. Nei, vinir, við þurfum að skoða öll þessi mál, við þurfum að hafa þetta í lagi hjá okkur, ekki bara einhvern veginn, við þurfum að hafa þetta bara í góðu lagi. Það er það sem við þurfum að gera. Ef ég get það, þá getur þú það líka. Ef að þú getur það, þá get ég það líka. Og ef við vitum að við getum þetta svo vel, við eigum að hafa þá hugsun uppi að ef að ég geri það ekki sjálfur, þá gerir það hvort þið einhver annar. Henda þessu frásrengi sér og farin
Þú veist ekkert hver gerir þetta og ef þú spyrðir þá myndir þú sannlega hvað ég þekki ekkert þessu konu. Þannig að það getur alveg verið, það getur líka vel verið að menn viðurkenni það. En líklega mun hún ekki gera það, þannig að það er ekki til neins að vera að spyrjast fyrir þetta. Samt er allt til að tala þetta yfir hópinn. Því að sé viðkomandi í salnum, að þá veit hann allavega að hann er þessi manneskja sem á þetta nú til. Það getur verið nóg. Því að menn vilja ekki, svona flesti vilja nú ekki vera að leggja mikla byrðar á hvorn annan. Það verður nótið þess að hann framvegis tekur sér taki, en hann þarf að taka sér taki. Það er málið. Því að hitt er orðið honum svo tamt að breytingin kemur ekki nema maður taki sér taki. Lítill hlutur. En þetta er mjög mikilvægt fyrir alla að vera undir og vita af og vera þetta fólk. Því að hvert og eitt okkar getum það svo hæglega. Og aftur sjáum við það að það er engin æðri öðrum hvorki að þessu leyti né neinu öðru leyti. Við erum öll hæf, annað er síðan hvort við gerum þetta. Já, aftur sýnir Drottinn okkur myndina af líkklæðunum, samanbrotnum, frá gengnum. Og sá sem að fjarlægði þau, hann þurfti ekkert annað en að taka þau upp og færa þau eitthvað annað ef út í það fór. Hann þurfti ekki að leggja á sig þessa vinnu fyrst að brjóta þetta vandlega saman. Kristur gerði það sjálfur. Konungur konungana gerði það sjálfur. Og þegar þetta þá var hann orðinn konungur konunga með allt vald á himni og jörðu, en leggst svo látt, innan gæsalappa, að gera þessi einföldu verk sem að allir konungar myndu bara, taktu þessar flíkur og bróta það saman fyrir mig og snöggur að því. Gerði það sjálfur. Og ég er hérna kærlaus, drekk mig mitt kaffi og legg kaffikonnuna frá mér og ég segi það að ég sé einhvern sal, fallegum sal og svo er ég bara farinn. Og kemur einhvern hægðu, kanna þarna. Það kanni var einn og hann var að taka raskatið á þessum kall. Feita kalli. Gráhærða. Það er nú ekkert svoleiðis vegna þess að ég er ekki þessi maður. Þetta er svona kennsla í smáatriði, skal ég segja ykkur. Og ég er alveg 100% vissum að þú ert sammála mér. Að þessir hlutir þurfa líka að vera í lagi. Í góðu lagi. En við sjáum líka á þessu að við þurfum að árétta allt. Við getum þurft að vekja alla af öllu. Alls konar ósiðum. Og við lútum Drottni. Og hann er með þetta. Nú vill hann að við ígrundum þessi mál svolítið með okkur sjálfum. Já, hann gengur aldrei frá þetta er alltaf kannað þarna eftir honum. Svo, þá getur Drottinn spurt þig, en þú sjálfur? Og ég man nú eiginlega alltaf eftir þessu, eiginlega alltaf, já, ekki alltaf. Þá ert þú á sama stað og hann kanni. Þá þurfið þið bæði konni og þú, að taka sér taki. Taka á honum stóra sínum og breyta þessu svolítið. Og þetta er kannski léttvægt tal finnst ykkur. En ég lofa þér því að þetta er mjög mikilvægt að gera.
mjög mikilvægt að gera. Veistu af hverju? Það kallar eftir skipulagi frá þér. Röðun og að sjá einföldustu hluti. Það er nefnilega einmitt þessir einföldu hlutir sem okkur hættir til að horfa framhjá. En það eigum við ekki að gera. Svo kemur samviskusemin sjálf inn í húsið og hún ýtur alltaf þetta. Einu sinni enn. Konni, alltaf Konni. Hann hefur glemt þessu þarna. Það er allt í lagi að kenna mér þetta, það er enginn að því, en ef ég á þetta þá ætti ég bara að taka mér skammaðast í strókur. Var hann að laga þetta hjá þér? Og Konni er nú stundum til í að laga eitt og annað hjá sér. Kannski ekki allt, en eitt og annað stundum. Hvað er búin að tala lengi? Ég er alveg tímalaus. Er þetta ekki orðið ágætt bara hjá okkur? Ég veit ekki hvað, maður sér ekkert á þessa klukku þarna. Það er að vera með klukku sem er svo lítil að ekki nokkulega að sjá á hana. Svo veit ég ekki eins og hvort er klukka, maður sér ekki neitt heldur. Ég ætla að setja upp gleraugun, ég ætla að sjá hvað þetta er komin á. Það var konar 28 mínútur, já. Nei, það getur ekki verið, ég hlýt að vera búin að tala lengur. Ef að taka sensin á, ég sé bara búin að tala í 28 mínútur. Þá erum við nú bara sallan róleg. Bætum nokkurum við. En það er það verst að ég er búin að gleyma hvað ég var að tala um, hvað er ég að tala um. Já, þannig hérna. Við vorum að ræða eins hann. Við vorum að tala um kæruleysi hinna. Við þolum þetta ekki. Þolum ekki svona kæruleysi. En erum sjálf þetta fólk. Það er allt annað mál. Ég er búin að gera svo mikið hérna fyrir allan og engan að ég átti bara inn í að þetta sé gert fyrir mig. Kristur var ekki þannig. Hann braut líkklæðin sjálfur saman. Og ef við hugsum þetta, þá sjáum við að þetta er rosalega merkilegu boðskapur. Mjög merkilegu boðskapur. Og ekkert minna merkilegu boðskapur en margur annar boðskapur sem að Kristur lætur sér munn fara. Hann er allur merkilegur. En þessi líka einn af þessum boðskap sem getur breytt svo mörgu hjá þér. Með öðrum orðum, ef þú breytir þessu hjá þér, þá ertu líka að breyta þér sjálfum yfir í svo litið meira og betra skipulag. Og það verður framgangur fyrir þitt líf. Þannig við þurfum að horfa til þessa smáa og athuga með þetta smáa, því að ef við erum að trassa þetta smáa er mjög sennilegt að margt annað sé í ólagi hjá okkur líka. Viljum við það? Ég held að við séum ekkert ofsalega hrifin af því að sé margt í ólagi hjá okkur. En ef við sjáum það ekki, þá náttúrulega höfum við enga skoðun eitt á því. Að við sjáum það ekki, sem við segjum. Fyrsta skrefið allir breytingu er að sjá. Og þá getur ýmislegt gott farið að gerast. Og það er hlutverk predikara og kennara og guðsmanna og kvenna að tala með þeim hætti að einhvað vakni með mönnum. Og þess vegna eigum við ekkert að hika við að tala um þessa agnar smáu hluti sem við hingað til höfum talað um að skipti engu máli. En þetta skiptir allt máli.
töluðum í upphafi ekkjuna, einhver sem tekur að sér ekkju, þá sjái hann hana til að söfnuðurinn hafi ekki byrðan af. Það talað þetta. Ég skal sjá hana og mér er sagt af hverju ég skuli sjá hana. Til að söfnuðurinn, til að hinir hafi ekki byrði af. Ég bauðst til að gera þetta sjálfur. Þannig að það er ekki inn í myndinni þá að neitt annað sé inn í dæminu. En þetta er stór ákvörðun. Því að þú ert þarna að taka að þér lifandi manneskju. Þannig að þú skalt átta þig á því, sértu þessi manneskja, að þá ert þú ekki vinur minn að tjalda til neinnar einna nætur. Það getur vel verið að þessi yndislega ekkja, að það breytist eitthvað hjá henni þannig að hún, bara að búa sjálf og hvernig sem það er. En þangað til allavega sagðist þú ætla að sjá hana og þér ber að gera það. Og þú leitar ekki til safnaðar hér, við vantar smá peningum og það dýrir sér kerling maður að kaupa eitthvað handinni. Það er ekki þannig. Þannig að við verðum að leysa úr þeim málum fyrir okkur sjálf og eins og öllum öðrum málum. Framvegis verður þessi fallega kanna mín þrifin af mér sjálfum og við segjum þetta hver fyrir sig. Framvegis verður þessi kanna ekki á glámbekk næst þegar þú kemur vegna þess að ég er að ganga frá henni á þeim stað þar sem henni er ætlaður staður. Framvegis munt þú ekki sjá kæruleysan konna, heldur konna með ábyrgð á herðum sér. Af hverju? Hann lofar lifandi Guð. Hann sér samanbrotin líkklæði. Hann sér fyrirmyndina sem að brautast saman og hann segir, ég ætla að vera svona. Ertu til í þetta? Ég bið það, já, fyrir sjálfa mig líka. Við eigum ekki, aldeilis ekki, að líta smáum augum á þessi litlu verk. Þau eru nefnilega mikilvægari en flestum okkar grunar. Sitt lítið hér og sitt lítið hvar. Sitt lítið þar, hér og þar. Og lífið verður einfaldara, lífið verður léttara, byrðarnar dreifast. Þegar nú eru allir bara komnir í sín verk. Þannig að ég þarf ekki lengur að þvo upp eftir þig og þú ekki að þvo upp eftir mig. Það allavega það er frá. Og svo höldum við áfram. Við vorum eitthvað að blaða í bunka og það var eitt ýmislegt á gólfinu. Við bara beygjum okkur eftir því og tökum þetta saman og göngum frá þess að það var. Áður kom að einu sem að fara að tína upp úr gólfinu maður. Hann hefur verið þarna konni, alltaf konni. Ok, ég var þarna og gleymdi að taka upp eftir mig. Allt svona bara hugsunar atriði. Núna ætlum við að snúa þessu öllu við. Þannig að framvegis myndt þú ekki þurfa að taka upp snifsi eftir mig. Þú reyndar aldrei þurft þess að því ég er, eins og ég segi, ég er ekki þessi maður. Og ég vil bara að þú og við öll séum þetta fólk. Þá eru við líka gengnir inn í orð Biblíunnar sem segir til að söfnuðurinn hafi ekki byrði af. Og við sjáum aftur myndina af líkklæðunum. Þau voru saman brotin, fyrirmynd. Við erum fyrirmynd. Og göngum eftirleiðis frá
þessum bolla, þetta er þinn bolli og líka minn, eða þú ert með þinn og ég með minn, hreinum það sem hann á að vera. Og hvernig líst okkur nú á þetta? Að þú að skipta þér að því hvernig ég gera þetta. Þetta eru vinsamleg tilmæli, ekki skipun. Og það er nú líka þannig, minn kæri, að okkur ber að segja öðrum sannleikann. Ég held að ég er búin að tala rosa lengi maður. Ég hef ekki litið á klukkuna og ég veit ekki hvar hún er. Við segjum þetta bara gott og Konráð Rúnar Friðfinnsson heldur þessu góða verki Drottins áfram en hættir hér.